Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í Borgarleikhúsið. Við Gaddi, við ætlum að vera með svona litla Mamma Mia hugvekju fyrir ykkur á þessum fallega miðvikudegi. Ekki miðvikudagur hans í dag? Veistu ég ekki hugmyndu það? Það skiptir ekki máli hvað dagur. Það skiptir máli, það er allir dagar sem föstudagur er langi. Heyrðu, en viltu kannski kynna þig Gaddi? Já, ég heiti sem sagt Garðar Borgarsson, kallaður Gaddi og ég er hérna yfir hljóðdeildinni hérna og við erum að nýta sem sagt, ég er tónlistarmaður líka og við erum bara að nýta mannskapin sem er velkomin aftur til starfa. Þú varst að koma úr fæðingarorlofi. Já, takk fyrir. Já, ég heiti Þórunn Arna Kristjánsdóttir og er leikkona hérna í Borgarleikhúsinu og í dag er svolítið merkilegu dagur hjá mér af því að ég var að klára fæðingarorlofið mitt, þannig að þetta er bara fyrsti dagurinn minni vinnu. Það hringdi mig í gær og ég mætti hingað í dag og ég hugsaði mig bara í gær, bara guð mig góður hvað ég að syngja, ég verð að gera eitthvað sem ég bara þekki. Já. Og ef ég þekki eitthvað vel þá er það sennilega Mamma Mia. Við gerðum það örugglega hvað, hátt í 200 sinnum hérna. Já, fór það ekki í 200? Ég held það. Það var sami gaman strákur sem er í deildinni hjá mér, hann sýndi hverja einustu sýningu, sem sagt keyrði hverja einustu sýningu af þessu og ef hann heyrir ABBA-lag í dag þá fann hann svona taugakippi í andlitið. Vá, ég er akkurat held ég á öfugum hérna, já, enda. Og það er sama hér, ég sá hann reyndar bara nokkuð. Mér reyndar 6 sýningar held ég ná að sýna alla sýningar, en ég bara, þegar ég heyri ABBA-lag þá er ég bara, oh my god, ég vildi óska. Já, ég held í þetta ennþá líka. Já. Þetta er stórkostleg músík. Svo. Þetta var alveg dásamlegt, en hér í dag erum við búin að taka til fyrir ykkur 3 falleg ABBA-lög úr Mamma Mia, sem ég finnst einhvern veginn öll svolítið svona speglast inn í ástandið eins og það er í heiminum í dag líka. Við getum tekið eitthvað svona frá hverju og einu lagi og setta í hjarta okkur og þá kannski verða hlutinir aðeins betri. Já, ég kann að sagt að ég er roðalega á þessum dögum mjög þakkláttur fyrir tónlist. Ég er nefnilega alveg sammála líka. Já. Ef við pælum í þakklætinu þá er ég þakklátt fyrir tónlistina, ég er þakklátt fyrir tónlistarskólan og kennarana mína sem gáðist aldrei upp á mér. Ég er þakklátt fyrir að fá að spila með þér. Við höfum reyndar við Gaddi, höfum einu sinni verið í hérna, ég hef sungið lag eftir því í leiksýningu. Alveg rétt í 1984. Það var æðislegt, þannig að við höfum unnið saman áður. Við höfum unnið saman, já. En já, fyrsta lagið sem við ætlum að flytja, og kannski eitt sem ég ætla að segja viðbúta, því að ég er að koma fæðingarorlofinu. Það er svona pínu þema í lögunum, er svona vögguvísu þema, því það er svona það sem ég hef verið að syngja mest síðustu 9 mánuðina. Þannig að þau eru kannski öll svona í rólegri kantinum. Já. En það er bara, maður verður að fá að kasta sér varlega út í djúpulögina. Já, stíga hægt í jarðar í svona fyrsta vinnudaginn eftir fæðingarorlof. Þetta er heit og góð djúpulög og það er yndislegt að vera komin hérna á stóra sviðið í Borgarleikhúsinu aftur. Já. Þó ég sakni nú áhorfendana. En það býður betri tíma. En fyrsta lagið. Við syngjum íslensku textana eftir hann Þórarinn Eldjárn sem hann þýddi svo snilldælega fyrir okkur í sýninguna. En fyrsta lagið var bara þýtt að hluta til, þannig að við ætlum að byrja á því að syngja það á ensku, þannig að þá er hægt að syngja með þeir sem þekkja það og færum okkur svo yfir í íslenskuna. Já. En þetta fjallar þakklætið fyrir tónlistina, söngin, lífið og leikinn. Thank you for the music. Thank you for the music. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listen when I start to sing. I feel grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What will I be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Færum okkur yfir íslenskuna. Ég gat víst dansað vel fyrr en á gólfi ég gekk. Var farinn að syngja áður en málið ég fékk. Og oft hef ég spurt mig hver fyrstur sá það að hljómarnir hitta best
læst í hjartastað og söngin upp fann. Ég vil dásama dýrlingin þann, því vil ég þakka tón og söngva, þau orð sem hljóma, augu sem af gleði ljóma. Hvernig veröld væri ef tónlist væri ekki til? Tæpast ég skil, við erum gerð fyrir dans, söng og spil, því vil ég þakka tón og söngva, þeirra byrt og ill. Gæfan með mér, ég hin gullin hærða dís, og ég vil syngjum það svo allir heyri. Hvílíkt fjör, hvílíkt líf, hvílík gjöf. Þakka tón og söngva, þau orð sem hljóma, augu sem af gleði ljóma. Hvernig veröld væri ef tónlist væri ekki til? Tæpast ég skil, við erum gerð fyrir dans, söng og spil, því vil ég þakka tón og söngva, þeirra byrt og ill. Því vil ég þakka tón og söngva, þeirra byrt og ill. Þetta gáttu við. Já, þetta gáttu við. Og ég veist að ég fór strax að hugsa að þegar ég söng þetta lag í söngleiknum, þá var hún að sjá pappana sína í fyrsta skiptið. Akkurat. Og þeir sem léku pappana voru Helgi Björns, Dóri Gylfa og Valur Freyr. Og það þetta bara ekki hægt annað en að elska þessa menn. Og þetta var, og ég í rauninni á að vera að leika það að vera að sjá það í fyrsta skiptið, og ég man það var alltaf svo auðvelt að bara finna sko ánægina bara, fylla sig hver frumi líkamanns við að sjá þessa jólasveina 3 á sviðinu sem voru bara einmitt svo ótrúlega fyndnir og samt líka svo kærleiksríkir og frábærir sko. Vá, hvað var gaman að. Það er svo gaman að heyra það syngja aftur, velkomin aftur. Takk fyrir, það er bara. Það fyndi mig hérna með þennan, með þessi lög að það gerist mjög ofta að ég var kannski að vinna eitthvað fram eftir og þá verður að sýna Mamma Mia á sviðinu og ég var kannski að vinna inn á nýja sviði, einhverju annari sýningu eða eitthvað og maður þurfti bara, þessi lög virka einhvern veginn þannig að maður þurfti bara smá brot af þeim og þá var kvöldið þitt bara undirlagt að því að bílakjallarinn okkar hérna, þú heyrir aðeins upp á stóra sviði þegar þú lappar inn hurðina, bara í smástund, við erum að tala svona 2 sekúndur. Ef það var verið að spila Dancing Queen eða hérna Super Trooper sem að hét hérna Lampaglampin sem að sko, ég veit ekki hversu oft ég keyrði heim sko í Hafnarfjörðinn og var með þetta bara á heilanum endalaust, það bara í 2 ár eða eitthvað, af því að maður heyrði bara alltaf eitthvað smá úr sönglinum sko. Þá nú frábært hvað þetta er stórkostleg tónlist sko. Þú veist, ef ég mætti velja mér einhverja tónlist til að vera með á heilanum, þá held ég að sé þessi sko. Já, það er til mun verri tónlist, barnatónlist kemur svona helst. Það er svolítið veruleikinn vinn þessa dagana. Já, mitt. Já, heyrðu, en það voru nú fleiri frábærir og dásamlegir sem ég var að leika á móti í sýningunni og eina af þeim var þetta hún Hansa. Já, mitt. Og Hansa söng næsta lag sem við ætlum að flytja. Þannig að ég veit ekki alveg hvað ég er að þykjast að færa mig på skaftið. En þetta var samt í uppáhaldsseninu minni í verkinu. Þar sem Sophie er að fara að klæða sig í brúðakjólinn með mömmu sinni. Og þar átti við Hansa alveg dásamlega senu sem Hansa söng þetta lag sem við ætlum að syngja á eftir óeðfinnanlega hverja einustu sýningu með tár í augum og það var bara, já, ég get eiginlega ekki lýst í hvað þetta var stórkostlegt moment. Hansa er í miklu uppáldi hjá okkur hljóðmönnum sko. Þarf eiginlega ekkert að tvíka hana til, hún bara hljómaði vel. Nei, hún er ótrúleg. Svo bara þegar hún mætið með hjarta sitt á sviði og þessa rödd, það er bara geggjuð. Ef mér datt í hug að syngja þetta lag í dag, að því við erum að tala líka svolítið ástandið, hvernig það er í heiminum og svona,
þetta langar mér svolítið til einhver sko foreldrum eins og mér sem eru kannski heima með heimaskóla eða reyna að vera með heimaskóla og 8 mánaða og stundum eru bara taugarnar alveg útsandar og maður heldur maður geti ekki meir og hversdagsleikin einhvern veginn svona að flæða yfir mann og ég sé myndirnar af súrdegsbrauðunum hjá öllum hinum á Facebook og ég ekki búin að baka neitt súrdegsbrauð og mér langar svo að vera frábær mamma og mér finnst ég ekki vera það en svo eru það bara mómentin eins og að borða hafragrautin saman eða eins og í morgun þar sem þurfti bæði mig og pappan til þess að greiða hárið á 6 ára stelpunni heima einhvern veginn og hún var alveg að brjálast út í okkur. Það er þessi móment skilur sem eru kannski svo stærsti mómentin þegar öll er lokið þannig að við skulum reyna elsku foreldrar að njóta. Við þurfum ekkert að vera fullkomin bara njóta þess að vera með þessum litlu greyjum í gegnum þetta. Því að þetta er alveg heilmikið mál fyrir þau líka. En ég fundi svona minn er í handbolta og ekki fengið að komast í handbolta með marga daga og hann var með mér núna helgina og hann var ég hef aldrei séð hann svona, hann var svo skopparakringla bara. Það þarf að koma þessari orku ykkur staðar. En eru þið með svona heima handboltaæfingar? Já. Hvernig gengur það? Það gekk bara mjög vel sko. Ok, ég er ekki góður ballettkennari, ég er búin að komast að því. Ég er alveg búin að reyna. Já, ég efast ég sé það. En þetta lag langar mig bæði til stingja til stelpnanna minna og svo bara til elsku Hönsu. Bara takk fyrir að færa mér þetta moment á hverju kvöldi. Fyrir Hönsu. Fyrir Hönsu. Eldsnemm af stað, alla morgna með skólatösku, veifar mér bless og hún brosir inn í sig. Ég horfi á, finn minn daglega dapurleika, verða að tylla mér og jafna mig. Mér finnst ég vera að missa hana frá mér, án þess hún hafi sýnt á spilin sín. Ég gleðst svo við getum hlegið saman og stelpu skottan mín. Gengum mér úr greipum í aft og þétt, ég reyna að grípa andra og skjóta og þess að njóta. Gengum mér úr greipum í aft og þétt, skil ég hana kannski ekki rétt, þegar ég held ég sé að ná því, þá vex hún frá því. Gengum mér úr greipum í aft og þétt. Grútsifjaðar við sitjum við morgunverðinn, hálfsofandi læt ég tímann líða hjá. Svo fer hún burt og þá finn ég svo skrítin trega, sektarkennd sem ég kemst ekki frá. Hvað varð okkar ævintýraferðir? Við ætluðum að gera eitthvað í því. Jú, við gerðum sumt en flest þó aldrei sem ég skil ekkert í. Gengum mér úr greipum í aft og þétt, ég reyna að grípa andra og skjóta og þess að njóta. Gengum mér úr greipum í aft og þétt, skil ég hana kannski ekki rétt, þegar ég held ég sé að ná því, þá vex hún frá því. Gengum mér úr greipum í aft og þétt. Mig langar til að frysta þessar myndir og bjarga þeim frá tímans beittu tönn. Gengum mér úr greipum. Eldsnemm af stað, alla morgna með skólatösku, veifar mér bless og hún brosir inn í sig.
Ég bara, já, ég man svo vel eftir því líka alltaf þegar við kláruðum þetta lag að við pössum báðar svo mikið upp og við máttum ekki brotna og fara að hágráta. Því þá værum við bara alveg farnar. Þú veist, hann sátti eftir að syngja held í Winner Takes It All þegar þetta var búið. Já, strax. En gerði það eiginlega strax á eftir. Já. Þannig að venjulega þegar hún syngur lokinn á þessu lagi þá labbaði ég út og bara brotnaði á niðurstigann og þar hófst skemmtinefndafundur með Helga Björns og Dóra Gylfa. 200 sinnum. 200 sinnum. Þeir voru mjög góðir líka. Já, þannig að heyrðin, það kom nú eitt og annað upp á líka í þessari sýningu. Já, heldur betur. Þó að oftast hafi nú bara verið hérna flæðandi glimmer út allt. Já, þá flæddi nú eitthvað annað en glimmer hérna á einni sýningu. Akkurat. Varst þú í húsinu þá? Nei, ég var í München. Nú, þú mistið bara alveg af þessu. Það gerist alltaf eitthvað hræðilegt í þessu húsi þegar ég er ekki á landinu. Þannig að þau vilja helst halda mér hérna. Það er nú aldeilis gott ástandi núna, þú veist ekki fara neitt. Já, nú fer ég ekki neitt og en það gerist allavega ekki hræðilegt. Nei, einmitt. Já, Glussasýningin, hún var mjög eftirminnileg. Það var líka sýning, þú veist, þetta var bara alveg, þú veist, nei, þetta rennur allt saman, ég man ekki alveg númer hvað svo sýning var. Hún var, þetta gerist náttúrulega sumar, bara í byrjun júní. Já, einmitt. Seinna árið. Við sýndum Mamma Mia í 2 ár. Seinna árið, já. En það sem var svo ótrúlegt við Glussas, heyrðu, kannski af því að ég get ekki útskýrta, Gatti. Glussi, hvað er það? Glussi, það er olía. Til hvers notum við þessu olíu? Hún er hérna í flugkerfinu hérna, til dæmis flýgur þessari ljósará hérna fyrir aftan okkur. Já. Og dælurnar sem að stýra því upp og ég veit það ekki, sko. Nei, ok, en þetta er allavega olía, þið getið ímyndað ykkur, hvað voru þetta margir lítra sem fóru við sviðið, veistu það? Ég man það ekki. Það var allavega mjög mikið. Það var mjög mikið og það var það allt alveg bara, og það er ennþá að dropa, þetta er einhvern veginn þannig efni að það er hægt að þurrka þetta endalast upp, svo safnar þessi bara saman í dropa og dettur svo niður, hérna, og það við erum ennþá að finna dropa hérna út allt, og við förum hérna upp á, sem við köllum grindagólfið, þá er allt í olíu þar ennþá, Eftir þetta, og það er margoft búið að þrífa það, En það var samt ótrúlegt með Glussaslysið að það gerðist í hléi á sýningunni. Rétt áður en Glussin kom Glussanum reyndi, þá var sviðið fullt af fólki, dansandi og syngjandi og allir að spila hljóðfærin og eitthvað. Þannig að það var svolítið mikil mildi að þetta hafi gerst akkurat á tímanum sem þetta gerðist. Já, þar vil ég tengi yfir í næsta lag, Já, einmitt. Sem er svo fallegt og er eiginlega hálfgerð bæn og mantra og í því segir ég trú á engla, eitthvað gott í öllu sem er til. Og þarna held ég að hafi ykkur verið yfir okkur og passað okkur. Akkurat, nema Jón Ólafs, hann var eini sem fekk þetta, hann fekk þetta lífið sín. Hann var eini eftir á sviðinu. Ég man eftir honum með kögrið og... kögrið allir. Og hljóðfærin öll og... Já, fóru öll hljóðfæri í klessu. En þó allt fór í klessu, þá náðist nú að setja sýningar aftur bara viku seinna. Já, það sýnir svolítið kraftin í þessu húsi, Já. Og fólkinu sem vinnur hérna, það lögðist bara allir á eitt og það var sýnt það var sjóstopp í 1 eða 2 sýningar. Einmitt. Og við erum að tala það, þetta fór í allt, ljós og allt saman, Þannig að það var eiginlega svona svolítið magna að þetta skildi nást. Og ég var bara í München. Já. En þannig er enn og aftur bara samtaka mátturinn. Þegar við tökum okkur til og gerum eitthvað saman, þá getum við alveg gert það. Og það gildir alveg eins í ástandinu eins og það er í heiminum í dag. Heldur betur. Og áskoranirnar eru stórar og það eru margar, en við getum hlúða okkur sjálfum og fara eftir fyrirmælum sem okkur er sett. Þá held ég við séum, í nokkuð góðum málum til að takast á við það sem koma skal. Klálega, ef ekki að taka bara drauminn. Já, síðasta lagið þetta var upphaf og lokin á Mamma Mia. Alveg. Ég á mér draum, já draum söng sem hjálpar mér með hvað sem Ef þú lætur undan ævintýra þrá áttu bjarta framtíð hvað sem bjátar á og
Eitthvað gott í öllu sem til. Já, ég trú á engla. Ef ég finn ég þori get og vil og legg í straum. Ég á mér draum. Ég á mér draum sem allt mér gaf, sem hjálpar mér að lifa af. Tilgangurinn helgar hinsta takmarkið, gengja gegnum myrkrið, miðar fram á við. Og ég trú á engla, eitthvað gott í öllu sem til. Já, ég trú á engla. Ef ég finn ég þori get og vil og legg í straum. Ég á mér draum og legg í straum. Ég á mér draum og legg í straum. Ég á mér draum. Takk fyrir, Gatti. Takk sem leiðis. Mikið búið að vera yndislegt að syngja með þér. Já, við þurfum að gera þetta oftar. Algjörlega. Ég held að. Rifja upp góða stundir í leiðinni. Heldur betur. Takk kærlega því sem hlustuð og fylgdust með. Þetta var eins og ég segi pínu svona vögguvísu fílingur í móður fyrsta dag eftir vinnu án fæðingarorlofs. Sjáum hvað þetta fer eftir þetta. Eigið þið bara stórkostlegan dag. Takk fyrir. Takk.